Sagnorð getur haft það áhrif á fallorð. Sagnorð getur haft þau áhrif á fallorð að fallorðið lendi í aukafalli, þolfalli, þágufalli eða eignarfalli. Tökum sem dæmi orðið fiskur sem er fallorð, nafnorð. Við myndum aldrei segja Tuma vantar fiskur. Væntanlega ekki. Heldur segjum við Tuma vantar fisk. Af hverju segjum við fisk er ekki fiskur? Jú, af því að sagnorðið vantar stjórnar hefur áhrif á fallorðið. Þetta er áhrifssögn sem hefur áhrif á fallorðið, þannig að fallorðið lendir í aukafalli. Hér lendir það í þolfalli. Tumi skrifaði Jónasi. Hér er nú einhver vitleysi í þessu. Tumi sagnaði Jónasar á þetta að vera hér, ekki Jónasi. Tumi sagnaði Jónasar og hér á að vera í eignarfalli. Þetta eru dæmi áhrifssagnir. Ef við skoðum áhrifslausar sagnir. Tumi er köttur. Hér er köttur í aðalfallinu. Hér er köttur og ketti kattar. Og fyrst að þetta breytist ekki úr nefnifalli í aukafall, þá er þetta áhrifslaus sögn. Fyrst að fallorðið breytist ekki úr nefnifalli í aukafall, þá er þetta áhrifslaus sögn. Eins hér, Tumi sefur. Hér kemur ekkert á eftir, bara Tumi sefur. Sögnin kemur aftast. Þetta er áhrifslaus sögn sem er ekki áhrif á eitt en eitt að því hún stendur aftast í setningunni. Þetta eru tvö dæmi áhrifslausar sagnir. Áhrifslausar sagnir. Sögnin veldur því að fallorðið sem fylgir henni stendur í aukafalli.